eitt af því sem getur reynst snúið við sauðburðarhjálp að átta sig á því hvaða líkamshluta maður að halda og hvernig líkamshlutarnir snúa á lambinu. Og þá ég fyrst og fremst að tala sem dæmi að hvort að haldið fram- eða afturfót þegar farið inn og ekkert hægt að nota annað en fingunar til að átta sig á stöðunni. Gott ráð sem hefur reynst mér mjög vel sem dæmi til að átta mig á því hvort að ég haldi utan fram- eða afturfót í rauninni að telja liðina frá klauf og upp úr þangað til maður lendir á kúlunni eins og ég kalla það. Til að útskýra það nánar þá get ég bent á að ef við byrjum þá bara neðst á afturfæti að hér þá klaufin, það rétt fyrir ofan koma fyrstu liðamót ef maður bara fikrar sig upp fótinn og telur og strax við næstu liðamót kemur konungsnefið eða kúlan þar sem hásinin festist á. Og þá á maður að vita að það haldið afturfót. Ef við færum okkur svo að framfæti, þá byrjum við hérna niðri, finnum klaufina, fyrstu liðamót, eftir það, höldum svo áfram upp. Hérna eru liðamót sem að margir kalla hnéð þó það sé ekki kannski alveg hárrétt að gera það en að mörgu leyti rökrétt. Og þar engin kúla. Og svo á næstu liðamótum fyrir ofan þá finnum við kúluna hérna sem hinn eiginlegi olnbogi. Það þá 1, 2, 3 að framan og aftan 1, 2. Þannig getum við vitað hvort við höldum fram- eða afturfót. Þetta það sem það blasir við manni þegar að lamb kemur aftur á bak og það sem að rauninni verður svona til aðeins meiri vandræða þegar það kemur aftur á bak heldur en áfram að þá erfiðara að stýra því að mjaðmakúlurnar eða mjaðmirnar að þær hitti á réttan stað sem sagt á þennan veginn hitti á réttan stað í mjaðmagrindina á móðurinni, þannig að það sem plássið mest þegar maður trekur lamb í réttu megin eða hausinn fyrst þá verður betri stýring. Þannig að það gerist svona betur að sjálfum sér að mjaðmirnar á lambinu hitti þar í mjaðmagrindina þar sem plássið mest. En þá getur hjálpað að vera svolítið natinn við það að snúa lambinu á annaðhvort veginn til þess að reyna að hitta með mjaðmirnar í gegn. Og að sama skapi þá til þess að minnka álagið á brjóstið og rauninni að auðvelda bara að það sé dregið út. Og þá gott að passa sig að toga svolítið niður fyrst, toga það aðeins aftar út og þegar að brjóstið fer að hitta á botninn í mjaðmagrindinni, brúnina sem hérna niðri, að þá fara að toga niður að það léttir aðeins á brjóstinu og rifjabúrinu.
Já, það sem við vildum sýna þá að þetta pláss sem við tölum fyrir mjaðmirnar, að við sjáum að það er smá munur, plássið á milli er greinilega mest hérna og triksið er þá að fá mjaðmirnar á lambinu til að hitta henni gegn. Getur munað mjög miklu hvort að lambið sé svona með mjaðmirnar, en ef það er snúið þá dettur það auðvitað í gegn. Þessi er með svolítið lengi að bera og ég fór að tékka og þá var bara svona konungsnefið. Þá er það aftur á lappirnar. Þetta setja smá slím sem er bara betra fyrir hana og við þurfum að draga það út. Svona. Dindill. Við þurfum að byrja því að rétta úr afturlöpunum. Það þarf alltaf að gerast frekar hratt af því að það er alltaf svolítil hætta á að lambið kafni en ekki rykkja, bara svona þétt. Þannig séum maður afturlappirnar. Það er svona þetta rataðist alveg held ég. Já. Það er ok. Aðeins að hrista það. Það fari slím onni. Greið. Já. Útur. Já, það er alltaf gott ráð ef að því verður mögulega komið fyrir þegar verður að rétta úr fótum, hvort sem það er afturfætur eða framfætur, að til að vernda legið þá er gott að halda klaufina þegar verður að rétta úr ef, eins og ég segi, ef það er mögulega hægt og pláss til þess. Sjáum hvort að líkanið geti þóknast mér og þá yrði rétt úr fætinum á þennan hátt. Hverju Nálega. og hérna ekki. Já. Ég persónulega finnst nú stekkingar svona. Varstu bara að setja smá vatn? Smá kalt vatn Já, og þá einmitt. tekur það smáki. Já, það sást strax. Akkurat.
ég bara að rétta úr þannig að hæklarnir séu konur út. Svona. Svona svo. Alveg á vikinn. Svo bara að toga. Svo ekki rétta það? Jú. Já, ég bara fórum beint út fyrst. Það er alltaf lifandi það sko. Það er gott. Já, þetta kemur. Fastur hausinn. Svaka hot. Já. Snúður. Virkar svo engull sko. Levandi. Krækir sér á því sko. Gengur það? Annars er það frábært sko. Sko. Glæsilegt. Þetta er flottast. Það er ekki símanum. Þetta er lítið nóg. Snúa liðið kannski. Og bara veljum. Snúa liðið. Hvað sést það? Það er mikið slím líklega. Já, það er
En þú andar, það er kostur. Já, já. Það verðist allt verið heilt í riðberinu þetta. Það er nú gott. Já, það er alveg heilin. Já, frábært. Það skiptir það miklu. Mjög oft sem það fer nefnilega. Nákvæmlega, það er akkurat málið. Það var mjög oft. En það er... Hvað áttaði þetta rótlegin, hún svo sem ber nokkur sinni. Já. Hann er nú svona þokkalega þengjandi. Það er pirra hann pínu. Já, einmitt. Hvað er Móri? Ekki að nota þetta. Meira? Nei, þetta hlýtur að vera blæðana. Já, hún þarf að koma upp þar. Meira? Hvernig ætlar að velta henni? Ég velti aldrei. Ok. Viltu velta henni? Nei. Þú verður að fara hana. Framan á. Það standa ekki. Þú er bara vitlega toppi. Ok. Take my glasses. Kemst ekki inn í rappinu. Pabbi var að. Alveg saman hvað ég túa. Farðu fram að hendra. Það var svo þurft líka, sko. Þú var alveg svo dautt núna. Dropa. Ok, æskunni. Hvað er þú greið? Ég er með það. You mean like this? No, it's here. Ég er með það. Mölbrúta í kassan. Frábært. Það var það sem alveg vita. Næst er ágið þessi hérna. Hann er sko hérna er rauðberinn og hérna er rauðberinn. Með hita fór því. Ha? Ok, litla.
Þetta verður tímaður leiði ljós. Ég að vera svolítið margur tíma. Fyrir saltaðsósu eða einhvers. Ef ég ætla að drekka úr pela, að því svelgist á það fyrir lunguna þig, þá fer það að hósta Já, og ég vil ekki fá nei, meira hreyfingu. meiri hreyfingu en Já, það. einmitt. Ég kom að setja